séð Þórsara öfluga í síðara hálfleik í vetur oft á tíðum. Dómgæslan í þessum leik, þið viljið hrósa henni? Já, bara ekki nokkur spurning. Það hefði verið mjög auðvelt að missa hennar leik í alvöru hita og rauðspjöld og læti og ég eiginlega fyrirfram hélt að yrðu allavega 2 rauð spjöld í þessum leik og hefðu svo sem alveg geta verið. Þetta rugby-tækling. Skrautlegi tattar og Daði fer ekkert rólega í neitt. Sjáðu Andra, já. Já, sjáðu Andra. Þetta ekki neitt. Hann langaði í þetta líka. Og svo. Nei, þetta ekki neitt. En þú veist, mér finnst dómararnir gera mjög vel í bara eiginlega öllum atriðunum. Það eru nokkur atrið í leiknum sem eru svona, já, alveg á grensunni að uppskera rauðakortið en þeir bara róa leikmenn og sjálfan sig greinilega og taka sér nokkra sekúndur í að taka ákvörðun og yfirleitt bara... Þeir eru menn klæddir úr treyjunni og það er bara fríkast. Já, það er bara, hann sjá Bjarka koma inn í mynd og útskýra þetta. Það verður ekki að beygja það. Það er láttir í teiksamt, sko. Já. Nei, er þetta... Jú, Oddur og Brynjar. Þetta eru bara átök og ég meina, auðvitað er þetta 2 mínútur fyrir peysutó, það er erfitt að fara eitthvað framhjá því en hérna, það hefði verið, já, auðvitað að missa leikinn. Já, þetta er líka bara svona leikur þar sem að við verðum bara að leyfa smá átök. Þú veist, það verður án þess að vera að taka upp rauðu spjöldin bara, þú veist, við litla sakir þannig séð. Við verðum að leyfa eitthvað en auðvitað líka hafa einhverja línu til þess að þetta hleypi sig upp í bull. Já. Og mér fannst bara þeir gerðu það gríðarlega vel og náðu bara að halda utan þetta. Og svolítið svona úrslitakeppni dómgæsla, að það er meiri harka, það er og það svona endurspeglaði svolítið dómgæsluna fannst mér. Já, það var svona eins og það sem er undir í úrslitakeppninni, það var undir í þessum leik. Það var mikið undir fyrir leikmenn beggja liða og það, maður svona skynjaði líka bara í aðdragandanum að þetta skipti máli og montrétturinn og hvað þetta er orðið kallað, að það var greinilega mjög mikilvægt fyrir bæði lið. Sko, Kári Kristján Kristjánsson er náttúrulega einn okkar reynslu mesti leikmaður í þessari deild en hann átti ekki sinn besta dag og kannski einhverju leyti svona, já, barnaleg hegðun á köflum. Já, hann er að leggja hönd á plóg, hann er svona að ýta við sínum manni eftir að búið að dæma. Ég veit ekki alveg hvort hann, þetta er ekki merkilega varnartilburður alltaf, þegar er búið að flauta. Biðst afsökunar hins vegar, góður drengur. En já, hann fer þarna með víti og er svona inn og út og tekur sína mínútur. Það er náttúrulega brotið á honum. Reiðist aðeins yfir því. Hann má ekki, en eins og í þessu atriði, ekkert annað að gera en að bara kæla menn niður og vísa þeim á velli því að þessa hegðun viljum við endilega ekki sjá. Auðvitað má markmaðurinn ekki fara í öxlina á honum handað eða neitt og auðvitað hægt að hann vil kannski fá eitthvað meira fyrir sinn snú en eins og við sjáum rólegheitin yfir dómaranum, engin æsingur bara. En samt, er þetta 2 mínútur? Þú veist, jú, hann sýnir tilfinningar, hann gerir samt ekkert. Þetta eru gríðarlega mikilvægir 2 mínútur en þarna skoraðir þetta mark sem við sýndum á hann, einmitt út frá þessum 2 mínútum. En svo þetta hérna. Þetta er endar svona í lok leiksins. Þarna er orðið ansi brött brekkan fyrir Þórsara og hann vill fara að drífa sig að taka þetta, kannski lúmsta rúlunum í gegnum klofið á sig. Hann hefur sjálfur bara verið svo spenntur að taka þátt í svona leikata fyrir norðan, bara hann elskar svona. Já. Svona kannski aðeins að... Fengur báðu 2. Já, enn og aftur, þú veist, mér leiðist kannski stundum líka þegar það er gert, þú veist, alltaf verið að kæla menn og eitthvað svona sem er kannski á skjön við það sem ég var að segja. En hérna, við viljum meira á góðum handbolta, minna á þessu.